Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdals héraðs 16. Þetta 299. fundur bæjarstjórnar. Má gera ráð fyrir köku næst, treyst ég. Og hann haldinn 4. september. Fyrir fundirum liggja ein 8 dagskrármál og við göngum til hins fyrsta þeirra. Það er fundagerð bæjarráðs Fljótsdals héraðs, 479. fundur nefndarinnar, og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn. Já, það er 479. fundur bæjarráðs Fljótsdals héraðs sem haldinn var 27. ágúst síðastliðinn. Fundagerðin sem liggur hér fyrir er í 9 liðum og það eru 2 liðir teknir út hér til bókunar. Það er liður 1.8, flug skoska leiðin, og þetta hefur nú verið talsvert til umræðu, bæði hér innan nefnda og almennt bara innan SSA og annað, og við ætlum að leggja fram þessa tillögu sem hljóðar svo. Fljótsdals hérað og samtök sveitarfélaga á Austurlandi hafa ítrekað lagt á það áherslu að skilgreina þurfi innanlandsflug sem almenningssamgöngur og að flugfargjöld verði þannig að íbúar út á landi geti nýtt sér þá þjónustu sem í boði er. Verðlagning eins og hún er í dag er hins vegar þess eðlis að hún stendur eðlilegri nýtingu íbúa á þessari þjónustu fyrir þrifum og þar með aðgengi þeirra að nauðsynlegri grunn- og sérfræðiþjónustu sem að mestu er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og rýrir þar með landshlutann sem búsetukost. Bæjarstjórn hvetur því samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að sjá til þess að hin svokallaða skoska leið komist til framkvæmda strax í byrjun árs 2020, líkt og kveðið er á í samgönguáætlun næstu 5 ára sem samþykkt var á Alþingi 7. febrúar síðastliðinn. Og ég held við þurfum ekki að hafa fleiri orð þetta, hversu mikilvægt þetta er fyrir búsetukost og lífsgæði okkar sem búum á landsbyggðinni og þurfum að sækja alla þá þjónustu sem er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og er bara meðvituð ákvörðun að hún sé staðsett þar. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt mál fyrir okkur. Það er liður 1.9 sem er Fjarðarheiðargöng og þar er þá eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og fagnar því að fyrir liggur niðurstaða starfshóps legu og áfangaskiptingu næstu jarðgangaframkvæmda á Austurlandi. Niðurstaðan byggir meðal annars á úttekt fagaðila þar sem horft er til jarðfræði, veðurfars og samfélagslegra þátta. Beðið hefur verið lengi eftir þeirri niðurstöðu en nú liggur fyrir og ánægjulegt að sjá að hún skuli vera í fullu samræmi við þær áherslur er ítrekað hafa komið fram í ályktunum aðalfunda samtaka sveitarfélaga á Austurlandi og sem ríkt hefur full samstaða Bæjarstjórn Fljótsdals héraðs væntir þess að við afgreiðslu samgönguáætlunar nú í haust verði tryggt fjármagn til þess að vinna strax á næsta ári að hönnun framkvæmdarinnar þannig að hefjast megi handa við fyrsta áfanga. Fjarðarheiðargöng á fyrsta tímabili samgönguáætlunar og áfanga 2 og 3 í beinu framhaldi af því. Og það er eins með þetta, með Fjarðarheiðargöngin. Þetta er bara, við erum náttúrulega búin að, það er búið að berjast fyrir þessu til fjölda ára og jafnvel áratuga, en það hefur verið bara mjög þung áhersla og samstaða í þessum málum í það minnsta seinustu 6 ár. Þannig að þetta er bara, og það er gott að sjá að niðurstaða þessa starfshóps sem ráðherra skipaði er algjörlega í takt við það sem þær áherslur sem hafa verið héðan frá okkur. Þannig að bara leið og við náum að það verður komið inn að varðandi hönnun að þá eru náttúrulega bara fyrstu skrefin tekin. En ekki fleira í þessari fundagerð og hún er lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef að svo er ekki, að þá er mælendaskrá lokað og ég ber upp þær tillögur sem hér voru kynntar.
Það í fyrsta lagi undir lið 1.8, flug, skoska leiðin. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan og þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá það liður 1.9, Fjarðarheiðargöng og það tillagan sömuleiðis borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við erum þá lokið við að fara yfir þennan fyrsta lið og göngum til annars liðar í framhaldinu. Það sömuleiðis fundargerð Bæjarráðs Fljótsdalshéraðs 480. fundur. Það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundarmenn. Þessi fundur Bæjarráðs var haldinn bara síðastliðinn mánudag, 2. september, sem var númer 480. Fundargerðin hún í 10 liðum og það eru 4 liðir hérna sem við fjallum og taka út. Það liður fyrst 2.1 sem fjármál 2019 og þetta varðar framlag á árinu 2020 til Hattar byggingafélags EHF. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs staðfestir yfirlýsingu bæjarstjóra og fjármálastjóra til Hattar byggingafélags EHF þess efnis að framlag Fljótsdalshéraðs vegna byggingar 5-leikahúss á árinu 2020 verði 100 milljónir króna. Jafnframt staðfestir bæjarráð að framlagið rúmast innan fjárhagsramma þess árs og í forsendum í 3 ára áætlun og verði greitt í byrjun árs 2020. Næst það liður 2.4 sem byggingarnefnd leikskólans Hádegisöfða og það eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykkir bæjarstjórn að skipa Valdísi Dögg Rögnvaldsdóttur í starfshópinn í stað Sigurðar Ragnarssonar sem beðist hefur lausnar. Þá það liður 2.5 sem framtíðarþing farsæla öldrun á Austurlandi. Það þing sem fyrirhugað 10. október, sem verður haldið hér og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að veita 100.000 króna styrk vegna þingsins og gert verður ráð fyrir að fjármagn verði tekið að lið 02750. Og lokum það liður 2.6 sem Hjaltalundur ástand þaks. Og þar liggur fyrir tillaga sem hljóðar svo: bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og beinir því til umhverfis- og framkvæmdanefndar að taka á næsta fundi sínum samtal við forsvarsmenn hollvinasamtakanna þá möguleika sem fyrir liggja varðandi endurbætur á Hjaltalundi og framtíða nýtingu hússins tengda úthéraðsverkefninu. Ekki fleira í þessari fundargerð og hún hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínum og takk fyrir sæti. Stefán Bói Sveinsson, bæjarfulltrúi, það er skætt að taka til máls. Forseti, ágæta fundafólk, við viljum vekja hér athygli á mögulegu vanhæfi mínu undir liðum 2.6 og 2.7. Þarna í raun verið að fjalla sama málið undir 2 liðum en ég sit í stjórn og ritari stjórnar hollvinasamtaka Hjaltalundar sem þarna hafa meðal annars lagt upp með það möguleika að leggja til fjármagn til framkvæmda og fleira í þeim dúr, þannig að þetta er rétt að óska eftir því að víkja við afgreiðslu máls í bæjarráði og gera það sömuleiðis hér og óska eftir að það verði borið undir atkvæði. Forseti telur bara mögulegum vanhæfi að ræða held ég sem eins og í bæjarráði. Er það samþykkt? Nei, ekki. Það er ekki samþykkt það. Heyri, þá sem sagt liður 2.6 eða 2.7 opnir til umræðu. Ekki aðri liðir fundargerðarinnar heldur einungis 2.6 og 2.7. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef svo ekki, þá göngum við til afgreiðslu á lið 2.6 sem Hjaltalundur ástand þaks og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu sem þarna liggur fyrir vinsamlega skera merki. Samhljóða.
Það má bara, fór hann langt? Nei. Bara ganga aftur í salinn og taka við. Sjúk. Þá orðið laust undir þessum öðrum lið að frátöldum liðum 2627 einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef að svo ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það þá fyrst liður 2.1 sem var undir liðinu fjármál 2019 til að varðar afgreiðslu til Hattar Byggingafélags á árinu 2020 og hún borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykki að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Það næst að liður 2.4 byggingarnefnd leikskólans Hádegisháða. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykki að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið afgreiðslu þeirra liða sem að teknir voru til, nei, fyrirgefið, 2.5. Það lenti akkurat hér á síðuskil. En það liður 2.5, já, sem að svo mikið sem framtíðarþingu farsala öldrun og Austurlandi. Tillagan þar borin upp eins og hún lesin og kynnt áðan, þessi samþykki að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið við að afgreiða alla liði hér, en athygli annars vakin á því að undir lið 2.8 afgreiðsla bæjarráðsbóku staðfest. Ef því ekki mótmælt þá færum við okkur áfram og yfir í 3. dagskrárlið. Þriðji liður á dagskrá fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar nr. 117 og það Stefán Bósnjónsson bæjarfulltrúi sem kynnir efni þessara fundargerðar. Forseti og ágæta fundarfólk. Hér liggur fyrir fundargerð 117. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar. Fundargerðin í 17 liðum og þar af eru aðeins 2 teknir út, hér með ég segja. Og þar það fyrst liður 3.9. Það miðbæra Egilsstaða deiliskipulag 2016. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að skipa 3 manna starfshóp sem falið að fara yfir athugasemdir og umsagnir sem borist hafa við deiliskipulag miðbæjar Egilsstaða og móta næstu skref í vinnslu skipulagsins í samráði við umhverfis- og framkvæmdanefnd. Starfshópurinn kalli til starfsfólk sveitarfélagsins og óski eftir vinnu sérfræðinga eftir því sem þurfa þykir við vinnslu málsins. Eftirfarandi skipi starfshópinn Björn Ingimarsson bæjarstjóri, Stefán Bogi Sveinsson forseti bæjarstjórnar, Kristína Sigurðardóttir bæjarfulltrúi. Hópurinn skal þegar hefja störf og kynna umhverfis- og framkvæmdanefnd stöðu vinnunar á fundum nefndarinnar. Það sem að þarna liggur til grundvallar fyrst og fremst það að eftir að drög eða nýtt deiliskipulag fyrir miðbæ var auglýst þá bárust allmargar athugasemdir og sumar þeirra býsna umfangsmiklar og ég held að það liggi bara fyrir að það nauðsynlegt ef við viljum að vinnu við þetta skipulag vindi fram að þá þurfum við að setja í það svona einhverja sérstaka krafta. Það erfitt að ætla að leggja það á umhverfis- og framkvæmdanefnd að vinna þetta mál áfram svona eins og menn jafnan gera með skipulag. Þetta bara það mikið umfangsmeira og sömuleiðis að starfsmenn nefndarinnar eða starfsfólk nefndarinnar eigi erfitt með að bæta þessu algjörlega við hjá sér. Þannig að hugmyndin sú að þarna fari í þetta 3 manna hópur sem að reyni að kíkja á þetta tiltölulega hratt, greina kannski svolítið kjarnan frá histminu í þessum athugasemdum og eftir atvikum bara vinna þetta áfram, ýmist með samtölum með því að móta svör og sjá bara hvar það leiðir. Við höfum talað hér oft þetta miðbæjarskipulag og við höfum oft verið hér öll sammála mikilvægi þess að það fari að komast í gegn og það hefur ekkert breyst og ég held að einmitt að staða málsins nú útheimti það að við svona gefum þessu aukinn kraft sem að vonandi við getum gert með skipan þessa starfshóps. En við auðvitað, þetta kannski ekki, þetta pínulítið óvenjulegt að stíga þetta skref fyrir okkur. Við höfum ekki verið í svona umfangsmikil skipulagsgerð kannski einhver tíma en vonandi sjáum við fram úr verkefninu hið fyrsta.
já, það ekki annað að gera heldur en að hefjast handa og það það sem að lagt til þarna. Með þessu, ég lít ekki svo á að þarna sé með neinum hætti verið að taka fram fyrir hendurnar umhverfis- og framkvæmdanefnd. Málið eftir sem áður í höndum þeirra nefndar en þessu starfshópi fyrst og fremst ætlað að vinna kannski á milli funda nefndarinnar og kynna stöðu verkefnisins þá á hverjum fundi nefndarinnar og vonandi sem fyrst þá getum við komið í þann farveg að nefndin geti farið að taka formlegar ákvarðanir sem að leiða þetta ferli áfram. Hins vegar það þá liður 3.11, það umsókn leyfi til uppsetningar á vindmælingabúnaði en fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar lá umsókn frá verkfræði- og ráðgjafafyrirtækinu Norconsults fyrir hönd vindorkufyrirtækisins Zephyr að Fljótsdal sér að gefa út leyfi til uppsetningar á búnaði til að mæla vindaðstæður á jörðinni Klausturseli sem innan sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu umhverfis- og framkvæmdanefndar sem heimilar uppsetningu á búnaði til að mæla vindaðstæður enda felst ekki í því skuldbinding gagnvart fyrirtækinu að heimila vindorkunýtingu á svæðinu síðar. Bæjarstjórn tekur að öðru leyti undir afstöðu umhverfis- og framkvæmdanefndar og ítrekkar fyrri bókanir sínar að tekin verði með heildstæðum hætti afstaða til mögulegra vindorkunýtingar í sveitarfélaginu við boðaða endurskoðun aðalskipulags. Þetta í rauninni endurtekið efni og kannski að sumu leyti framhald af umræðu sem átti sér stað hér á síðasta bæjarstjórnarfundi og það hefur auðvitað verið og við höfum vísað margítrekkað í það. Við ætlum okkur að fara í þessa vinnu við gerð aðalskipulags að móta afstöðu til þessara staðsetninga, hvaða staðsetningar koma til greina innan sveitarfélagsins fyrir vindorkunýtingu. Það alveg ljóst að umsókn þessa fyrirtæki sem að fá að mæla vindastæður, það fylgdu engar kvaðir, það fylgdu engar kröfur að fá einhver loforð inn í framtíðina. Þannig að ég held að það sé algjörlega óhætt og í rauninni bara mjög æskilegt að heimila slíka mælingar af því að upplýsingar sem að koma út úr slíkum mælingum getur þetta hjálpað okkur líka við ákvarðanatöku það hversu fýsilegir þessir staðir eru sem að þarna verið að nefna og í rauninni væri æskilegt ef fleiri aðilar væri tilbúin til þess að fara í mælingar til þess að við hefðum meir og betri upplýsingar stöðuna hér í sveitarfélaginu en að sumuleyti getur maður þó líka skilið það að menn halda sér höndum með menn eru ekki vissir hvernig þetta mun líta út í framtíðinni, það að segja hvar þetta sveitarfélag hyggst heimila ef einhvers staðar uppsetningu vindorkumannvirkja. Þannig að þannig rauninni fyrst og fremst bara verið að staðfesta þessa heimild til uppsetningar á þessum búnaði en jafnframt bara ítrekka það sem áður hefur komið fram að það stendur til við endurskoðun aðalskipulags að taka afstöðu til staðsetninga fyrir vindorkunýtingu. Aðrir liðir í fundargerðinni eru lagðir fram til umræðu og fundargerðin öll til afgreiðslu að sjálfsögðu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi á máli sinni og orðið laust með þessara fundargerðar. Ef enginn kveður sér hljóðs að þá loka ég mælendaskrá undir þessum þriðja lið og við göngum til afgreiðslu þeirra tillagna sem hér voru kynntar. Það í fyrsta lagi liður 3.9 miðbæra Egilsstaða deiliskipulag og tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu bönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 3.11, það umsókn leyfi til uppsetningar á vindmælingabúnaði. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykkja gefur merki með því réttu bönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið yfirferðið þennan þriðja dagskrárlið og göngum til hins fjórða. Það fundargerð 90. fundar atvinnu- og menningarnefndar og það Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, ég ætla að kynna hér fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, það fundur númer 90. Hún í 10 liðum og það eru 3 teknir út. Það fyrst 4.2, úttekt á framboði flugsæta til Austurlands og eftirfarandi tillaga það lögð fram í samræmi við afgreiðslu atvinnu- og menningarnefndar sem og með vísan til áherslna sem fram hafa komið hjá bæjarráði og
og sameiginlegum fundi bæjarráða Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar samþykkir bæjarstjórn að óska eftir því að framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands ehf. Iceland Connect komi til fundar við fulltrúa og bæjarstjórn og atvinnu- og menningarnefnd til að svara spurningum sætaframboð og verðmyndun í flugi milli Egilsstaða og Reykjavíkur. Síðan liður 4.3. Starfshópur greiningu tækifæra í náttúruvernd og ferðaþjónustu á Úthéraði. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu atvinnu- og menningarnefndar samþykkir bæjarstjórn að Ingibjörg Jónsdóttir verði fulltrúi í starfshópnum í stað Arons Steins Halldórssonar. Og svo að lokum það liður 4.8 sem tekin út. Það grænbók stefnu stjórnvalda í málefnum flugrekstrar og flugtengdrar starfsemi á Íslandi. Og þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs tekur undir með atvinnu- og menningarnefnd og gagnrýnir knappan tíma fyrir ábendingar. Þá gagnrýnt að ekki hafi verið fulltrúar á landsbyggðinni í starfshópnum sem vann drögin sem eru til umsagnar. Bæjarstjórn telur óheppilegt að í drögunum skuli ekki vera fjallað að opna fleiri gáttir inn í landið með reglubundnu millilandaflugi. Bæjarstjórn fagnar á hinn bóginn framkomnum tillögum að Egilsstaðaflugvöllur verði í fyrsta forgangi sem varaflugvöllur og hvetur til þess að flugvöllurinn fái sem fyrsta viðhald sem kröfur eru og sem fyrst verði ráðist í nauðsynlegar nýframkvæmdir. Og öðru leyti þessi fundargerð bara til umræðu og svo afgreiðslu. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust hér undir þessum lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ég myndi kannski vilja taka til máls. Stefán Bogason, bæjarfulltrúi, óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágæta fundafólk. Ég ætla að taka hér til máls undir liðum 4.2 og 4.8 og fyrsta lagi undir lið 4.2 þá ætla ég bara svona að deila áhyggjum mínum af því að við séum strax komin í þá stöðu og við séum farin að upplifa verulegan skort á flugsætum. Þetta svo sem ekki fyrsta skipti sem við höfum haft þennan grun. Það alltaf dálítið erfitt samt að halda fram einhverju sem maður hefur ekki alveg tölurnar til að bakka upp, en þetta svona tilfinning og svona stikkprufurnar þar sem menn að reyna að bóka sér flug og nú hef ég ágættar spurnir af því til dæmis að starfsfólk hér á bílalegum hér í sveitarfélaginu finni ágætlega fyrir þessu að það sé farið að verða töluvert meira það sé verið að taka bílaleigubíla aðra leið til Akureyrar til að ná flugi þaðan suður eða jafnvel bara suður úr vegna þess að mönnum tekst ekki að bóka flug jafnvel með 2-3 daga fyrirvara og ég efast eiginlega ekkert það sem staðar uppi núna helgina að það mjög erfitt að finna flugsæti og þetta er afar hvimleitt svo ekki sé fastara orði kveðið og stefnir í rauninni bara í algjört óefni að mínu viti ef að framferð sem horfir með aðgerðir flugfélagsins fækkun véla og fækkun flugferða og þannig að ég held að sé mjög bara brýnt að við fáum fulltrúa flugfélagsins hingað til þess að svara spurningum um þetta efni. Við höfum svo sem gert það áður allavega á vettvangi SSA en það hefur kannski, það var allavega ekki skila því að það sé hlustað mikið en kannski síast það inn ef að menn halda áfram að hamra járnið og við getum svo sem ekki annað. En staðan er bara að verða alvarleg, bókstaflega. Og þá kemur aðeins að lið 4.8 sem er svona kannski víðari stefnumótun og plagg fyrir flugmál í landinu almennt. Þannig sömuleyti dálítið miður að í þessu plaggi skuli ekki vera fjallað meira en raun ber vitni einmitt innanlandsflugið og það er ýmislegt sem að má gagnrýna við plaggið og margt af því er dregin saman hér í þessari umsögn og ég tek heils hugar undir hana. Mér langaði bara til að nefna það sömuleiðis að það var gengið frá ágætri og svona nokkuð viðamikill umsögn frá SSA máli sem var sendin til ráðuneytisins. Það fékkst viðbótarfrestur til þess að skila umsögn þarum.
Ég bara eins og ég taldi ekki hægt að vísa í það núna vegna þess að ég var óviss það hvort að hún væri orðin opinber og hefði birst. Þannig að en get eins og staðfest að sú umsögn var send inn og þar tekið á mörgum þessum þáttum sem að tæpt á hér og ég tek heils hugar undir þessa tillögu. Hlutverk okkar sem kjörinna fulltrúa hér kannski bara fyrst og fremst, eins og ég sagði að reyna að hamra járnið gagnvart þeim sem að fara með valdið í þessum málum. Það nokkuð ljóst, tel ég, að þessi grænbók það var hreinlega ekki, það var ekki nógu mikil pólitísk stefnumörkun sem var sett inn í hana. Þetta var fyrst og fremst samantekt ákveðin starfshóps þetta mál, en þetta þurfti frekari vinnslu og ég held að það hefði komið fram í athugasemdum ekki bara frá okkur, heldur víðar á landinu og það nú til þess að gera til dæmis augljóst að það ekki alveg fullur samhljómur á milli þessara grænbókar og stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar, bara svo dæmis tekið. Þannig að ég lít nú bara svo á að þetta sé nákvæmlega bara drög og það verði og ber þá von í brjósti að það verði tekið tillit til okkar athugasemda og þetta plagg taki breytingum áður en það fær endanlega staðfestingu sem stefnumörkun stjórnvalda hér á landi í flugmálum. Takk. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi í lokin mála sínu og orðið enn laust. Og ef ekki fleiri vilja taka til máls, þá ætla ég að loka mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu hér einstakra liða. Það fyrst liður 4.2 sem úttekt á framboði flugsetta til Austurlands. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Liður 4.3, starfshópur greiningu tækifæra í náttúruvernd og ferðaþjónustu á úthéraði. Þar tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og síðustu liður 4.8, grænbók. Tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og áður en yfirferðinni lokið þá vil ég vekja athygli á því að hér bókað að liður 4.4 og 4.6 séu staðfestir af bæjarstjórn. En ef því ekki mótmælt þá höfum við lokið hér yfirferð yfir 4. lið og förum í 5. dagskrárlið. Það fundargerð félagsmálanefndar. Það 174. fundur nefndarinnar, en áður en við byrjum þar þá er rétt að vekja athygli á því sem nú kannski vandræðalegt fyrir okkur öll sem við þetta borð sitjum að við höfum ekki veitt í eftirtekt fyrir að hér vantar lið inn í fundarbóðið. Þessi liður 5.3 hvergi sjáanlegur og við höfum nú kannski aðeins vanist í að vera í vandræðum með skjalakerfið og yfirleitt hefur þetta komið til að því að náttúrulega innan félagsmálanefndar mörg trúnaðarmál sem að við hvort við kannski höfum ekki mikið að segja hér í bæjarstjórn, en nú háttar bara einfaldlega þannig til að það ekkert þannig. Þetta bara mál sem hefði átt að koma hér til afgreiðslu en kom aldrei í fundarbóðið. Þannig að við hljótum að reikna með því að þetta sé einhver bilun í kerfinu, en þetta liður 5.3 sem snerist við mann rétt dagvist aldrara, leigusamningareglur, og þannig að ég eiginlega bara held að við verðum bara að færa þetta til bókar að lið 5.3 sem vísa til næsta fundar bæjarstjórnar. Við getum ekki tekið þetta til afgreiðslu þar sem þetta var ekki í fundargerðinni og þetta bara mjög miður, en áminning til okkar allra að hafa augun hjá okkur og telja niður liðina til þess að reyna að sjá að því að þetta bara hreinlega kom ekki upp fyrir hér við þetta borð. Þannig að við færum það í athugasemd að lið 5.3 sé vísa til næsta fundar þar sem hann hefur ekki birst í fundarbóði. En að því sögðu þá tekur til máls Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem að kynni fundargerðinu öðru liti. Forseti og góði fundamenn. Já, það fundur félagsmálanefndar frá 27. ágúst síðastliðinn. Þetta var fundur nr. 174 og ég bara biðst afsökunar, ég rak ekki augun í þetta á mánudaginn var þegar drögin að fundargerð lá fyrir. En ef maður opnar, og tók bara eftir þessu núna því ég fór yfir þetta, en ef maður opnar fundargerðina inn í gáttin okkar, þá hann. Ef maður klikkar á félagsmálanefndar
fundinn, þá birtist þetta. Þannig að eitthvað í kerfinu þetta ekki að sjást. En þessi fundagerð, hún sem sagt, var í 5 liðum og það þá 1 liður hér tekin út til bókunar. En kannski áður en ég byrja þá kannski aðeins varðandi þennan lið 5.3. Þetta liður sem var á dagskrá fyrir sumar líka og þá var forstöðumaður Hlimmsdala og félagsmálastjóra falið að taka saman drög að reglum. Þetta var bæði annars vegar leigusamningur salinn og svo reglur afnot og þessi drög staðfesti og samþykkti félagsmálanefnd á seinasta fundi. En það liður 5.2 sem málavog í vinnslu barnaverndarmála, beiðni samstarf. Framkom á fundi félagsmálanefndar að félagsmálastjóri hefur kynnt viðhorf nefndarinnar fyrir Barnaverndarstofu ásamt því að hafa rætt við aðra félagsmálastjóra á landsbyggðinni. Þetta mál hafði einnig verið á dagskrá nefndarinnar fyrir sumar og þar sem þetta var talsvert rætt og þá var félagsmálastjóra falið að heyra í Barnaverndarstofu varðandi þetta en svo kemur þessi bókun núna og þessi tillaga lögð fram hér bæjarstjórn. Bæjarstjórn tekur undir með félagsmálanefnd og vill koma því á framfæri við Barnaverndarstofu og Gæða- og eftirlitsstofnun að ekki séu gerðar ómarkvissar kröfur skýrslugerð og upplýsingaöflun, heldur komi stofnanirnar sér saman hvaða upplýsingar nauðsynlegar og þeirra aflað á markvissan og skýran hátt. Markmiðið félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs að koma í veg fyrir ónauðsynlega skriffinsku en nýta starfsfólk til þess að vinna með fólki. Og kannski aðeins svona, auðvitað barnavendir barnaverndarnefndir á Íslandi eru mjög stórar og sjálfsögðu þarf að hafa svona afla upplýsinga og skila af sér bara álag á starfsmann, hversu mörg mál eru hvernig starfsmann og annað þess aftar. En á svona það sem eru litla nefndir og annað þá bara þessi yfirsýn til staðar og það verið að gera ýmiss konar kröfur alls konar upplýsingar og bara það að ætla að sinna því getur bara kaffært svona litlum nefndum og starfsfólki þess. Þannig að þetta svona bara brýning á það að menn svona reynir þá að hvaða bara þessar upplýsingar eru nauðsynlegar og menn svona upplifa aðeins að það sé kannski verið að afla ýmissa gagna sem kannski í stóra samhenginu er ekki alveg að þar sem við viljum vera tímanum í. En heyrðu, ekki fleira tekið út í þessari fundagerð og hún hér lögð með fram til umræðu og afgreiðslu. Og Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum 5. lið. Einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá lokaði mælendaskránni og það þá bara liður 5.2 tillaga sem var lesin og kynnt í ráðan, hún borin upp og þessum samþykkjana gefur merki með því réttu bönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóður. Og við höfum þá lokið við þennan 5. lið og göngum til 7. dagskrárliðar. Það fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar, 54. fundunefndarinnar og það Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla að fara yfir íþrótta- og tómstundanefnd, fund 54. Sá fundur var í 5 liðum og 1 tekinn út. Það liður 6.5. Miðbæ Egilsstaða deiliskipulag 2016. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa umsögn íþrótta- og tómstundanefndar til umhverfis- og mannvirkjanefndar til meðferðar við gerð deiliskipulags miðbæjarins. Er þetta eitthvað? Nú vaknaði hér gamall draugur. Já. Ég var bara ekki. Já, framkvæmdanefndar. Já, umhverfis- og framkvæmdanefndar. Já, mannvirkjanefndar, nákvæmlega. Þetta er alveg. Hér með það leiðrétt sem sagt, en hún lögð fram sem sagt til umræðu afgreiðslu annars. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum 7. lið.
Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, að þá loka ég mælendaskrá og það er aðeins þá liður 6.5 til hann er borin upp eins og maður lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og ég vek athygli á því að undir lið 6.4 í fundargerðinni er afgreiðsla íþrótta- og tónlistarnefndar bóku staðfesta bæjarstjórn. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið þessum 7. lið og göngum til 7. dagskrárliðar. Það er samþykkt stjórn og fundasköp Fljótsdals héraðs. Þetta er síðar umræða. Við fórum hér yfir þetta á síðasta fundi bæjarstjórnar og komu nokkrar ábendingar fram. Ég ætla að lesa þá tillögu sem hér er lögð fram í tengslu við þetta. Hún hljóðar svo: Bæjarstjórn samþykkir hér við síðari umræðu endurskoðaða samþykktu stjórn og fundarskap Fljótsdals héraðs og felur bæjarstjóra að láta birta hana eins og lög og reglur mæla fyrir Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að fela bæjarráði að semja drög að reglum opna fundi fastanefnda sveitarfélagsins. Einnig er bæjarráði falið að vinna að endurskoðun samþykkta fyrir einstakar fastanefndir í samræmi við það breytingar sem gerðar hafa verið á samþykktum stjórn og fundarskap. Og hann bara fyrst og fremst verið að hnykkja á því eins og framkom í umræðu hér síðast að það eru nokkrir þættir þetta sem að útheimta aðeins meiri vinnu. Við þurfum að setja hér nýjar reglur og endurskoða samþykkti fastanefndana og það er þá bæjarráði sem er falið að fylgja því verkefni eftir. En að öðru leyti þá er orðin laust samþykktirnar. Einhver ósk sem óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo er ekki, þá ætla ég að loka mælendaskránni og bera þessar tillögur sem ég las hér áðan undir atkvæði. Þessu samþykki tillöguna gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það aðeins 8. dagskrárliður sem hér er eftir. Það er kosningi fulltrúa í embætti stjórnar og nefndir á vegum Fljótsdals héraðs og það eru 2 tillögur sem að liggja fyrir. Annars vegar þá var það þannig að Guðfinna Harpa Árnadóttir sem verið hefur formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar hefur óskað eftir að láta af formennsku. Eftirfarandi tillaga er lögð fram á því tilefni. Bæjarstjórn samþykkir að Benedikt Hlíðar Stefánsson sem verið hefur varaformaður umhverfis- og framkvæmdanefndar verði formaður nefndarinnar. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að Guðfinna Harpa Árnadóttir verði varaformaður nefndarinnar í stað Benedikts. Nú þá er það hitt verkefnið sem er að fyrir bæjarstjórn liggur að kjósa í undir kjörstjórnir. En í yfir kjörstjórn sitja eftirfarandi kjörnir voru á bæjarstjórn 20. júní 2018. Það er Stefán Þór Eyjólfsson sem er formaður kjörstjórnar, Þórunn Hálfdánardóttir og Arna S.T. Kristjansen. Til vara í yfirkjörstjórn eru Ólöf Ólafsdóttir, Vignir Elvar Vignisson og Jón Hávarður Jónsson. En undir kjörstjórnunar eigum við eftir að kjósa og þá er lögð fram eftirfarandi tillaga. Bæjarstjórn samþykkir að neðangreindir séu kjörnir í undirkjörstjórnir. Undirkjörstjórn 1, Jón Jónsson, Rannveig Árnadóttir, Lovísa Hreinsdóttir. Til vara Eydís Bjarnadóttir, Sveinn Herjólfsson, Þór Þorfinnsson. Undirkjörstjórn 2, Sóley Garðarsdóttir, Stefán Þór Hauksson, Agnar Sverrisson. Til vara Kristinn Árnason, Inga Rós Unnarsdóttir, Guðný Kjartansdóttir, Brím. Ég hef nú gert grein fyrir þeim tillögum sem hér eru til afgreiðslu en orðið er laust undir liðnum ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, þá ætla ég að loka mælendaskrá og ber þá fyrst upp fyrir tillöguna sem ég las formennsku í umhverfis- og framkvæmdanefnd. Þessi samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp síðari tillöguna sem eru kjör í undirkjörstjórnir og þessi samþykkja tillöguna gefur merki með því að réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Nú við höfum þá lokið við að fara yfir dagskrá fundarins og við þakka þeim sem að fylgdust með í útsendingu og við munum nú rjúfa útsendinguna en fund er ekki slítið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundagerð og undirrita hana.